Jæja, góðan daginn, þið öll. Daginn. Þarna, byrjum bara á þig. Þarna, hver þú? Bjarni Pálsson. Ég gerði myndina með sverðunum. Já. Heimaklöpp. Já, þarna, þú sagðir, þú varst, hvað? Ha? Þú varst Já, ég leikstýri Þú leikstýrir, já. Reykjavík Heimaklöpp. Líka með vinum mínum, Guðjón Teit, hann var líka að leikstýra. Já. Svo bara fyrsta spurningin mín bara þarna, svo þetta dálítið svona random hlutur svona eins og til að gera myndum. Það eitthvað svona sérstak ástæða af hverju ákvað að gera þeim svona? Tja, ég að æfa þessa íþrótt, þannig að þú veist, við sem sagt vorum á svona námskeiði og þú veist, vinur minn hann langar að vera leikstjóri, þannig að ég ákvað að við ættum bara að fara á þetta og þetta var eiginlega bara svona fyrsta sem ég datt í hug, veist að þú veist, ég svona æfa þessa íþrótt og þú veist, ég mjög svona dott á kafi í þessu og mér fannst þetta líka myndi ábyggilega að vera spennandi og ég gæti frætt fólk hvað þetta var í leiðinni og þetta ekki mjög mainstream íþrótt, þannig að kannski gæti ég mögulega krækt einhverja nýja meðlimi, bara kannski. Já, ég meina, þú allan að gafst mér svona smá svona áhuga svona út að ég hafði engum hvað þetta var áður. Já. Þannig að eru einhverjir í salnum sem vilja að spyrja eitthvað Reykjavík heimaklúbbnum? Þú þarna? Það sem sagt, við erum með svona Facebook-hóp, bara Reykjavík Heimaklöpp, þú getur skráðið þar og fyrstu 3 æfingarnar eru ókeypis, þannig að þið tapið ekkert á því að prófa, sko. En ef þið dettið inn í þetta, þá kostar líka frekar lítið að æfa hjá okkur. Þú veist, ábyggilega minna heldur en hjá, þú veist, fótbolta eða eitthvað þannig. Veist að við erum ekki svona, þú veist, við erum ennþá að byrja, en bara ef þið langar að koma, það alveg frábært, sko. Einhver fleiri? Nei, bara fara yfir á næsta. Já, takk. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir menn? Ég segi bara fínt. Já, frábært. En þú, hvað segir þú gott? Hver er þú? Hvað gerir þú? Já, ég bara allt góður, ég heiti Þorsteinn Arnar, ég leikstjóri Traust. Já. Og leikari náttúrulega og handritshöfundur og klippari og bara allur pakkinn bara. Já, þarna svo bara hvernig komst myndin, hvernig gerðist myndin, hvað var hugmyndin bak við hana? Já, sko, þegar ég var í 9. bekk þá var svo eitthvað svona verkefni gera eitthvað bókverkefni og ég valdi þessa bók í bókasafni þess að hann hét eitthvað. Hún fjallaði þessa blinda stelpu sem kynnist eitthvað strák sem var ekki alveg að fatta hvernig að vera blindur og hann átti að vera mikil ástarsaga fyrst, sko. Hann átti að vera strák og kynnast blinda stelpu og vera með ástarsögu en svo fannst mér bara allt á basic, skilurðu, og svo vildi ég bara í staðinn fyrir bara að hafa stráka þá hafði ég bara stelpu, bara vinkonur, skilurðu. Ég hef bara sjaldan séð eitthvað stelpu með hlutverk eða svona aðhlutverk. Þannig, já, ég fekk það úr bókinni þar sem stelpan átti sá því bara, þú veist, you only live once og bara, þú veist, bara njóta lífsins bara, þú veist, og bara hafa sjálf, þú veist, bara sjálfum sig og svona þess og hún alltaf binda stelpan líka. Þarna var stelpan sem öskraði þarna. Nei, já, hvað var hún? Fyrst lagi bara, hvað hét hún aftur? Hún heiti Ísolde Ylva. Ísolde, já. Virkilega hafi líka stelpa. Var það eitthvað svona eins og ofurkraftur? Nei, þetta ekki. Hún bara, þú veist, ef ég þekki stelpu sem öskar svona hátt, þá bara veistu það, skilurðu. Þú veist, ofta stelpu öskar svona hátt. Þannig að ég hef alveg kynnt fullt af stelpum, sko, og kynnt fullt af stelpum og það öskar yfirleitt svona, skilurðu. Já, ég meina, þeir bara alveg svona duttu alveg niður. Já, ég veit það, ég meina, þarna var ég einu sinni, bara alveg bara næst í blóður og einhvern bara
og þá er ég ekki að disrespekta stelpuninni, ég er bara að segja að þetta er bara facts bara, einhverjir með spurningu fyrir annan hér? Þú var það? Hvernig fannst þér leika í myndinni Þorsteinn? Það var líka leikstýra á skrifana. Hvernig var það? Já, það var bara virkilega skemmtilegt. Það tók alveg tíma svona finna leið hvernig stelpurnar átti að vera hamingjusöm og líka hvernig við gátum þær ná samband við hvað aðra. Þannig að já, þetta var mjög challenging skrift við mig, en þetta heppnaðist og þetta var bara mjög skemmtilegt og bara þetta tókst bara vel bara. Og á sama tíma þegar ég var að skrifa þetta, þá vildi ég ekki bara hafa þetta dark og eitthvað þungt, af því að ég vil ekki dræga fólki niður bara eitthvað, Jesus Christ, hvað þetta er þungt maður, wow! Og þannig ég vildi eitthvað hafa smá fyndið á leiðinni, og það heppnaðist og bara tókst bara frábært. Og sjálfsögðu vildi ég hafa þetta happy ending, af því að það er ekki hægt að hafa eitthvað góða mynd án þess að hafa happy ending. Sjálfsögðu er hægt að hafa mynd sem hafa slæm endir, en ég vil alltaf hafa happy ending í mínum myndum. Yes. Við fílum happy endings. Já, yfirleitt. Þeir láta mann líða vel. Já, ég meina, ef þið horfðu Interstellar, þá hafði ég ekki hugmynd hversu niður ég var dræðið niður, bara ég þetta alveg bara, og bara ákveður myndum bara sem eru ekki happy ending, skilur. En eru þarna, fara nú aðeins yfir á Já, næstu? gjör svo vel. Já, ekkert mál. Hvað segirðu? Af hverju, varstu með kreditisar svona rosalega hægna? Var það þú veist? Ég vildi bara, já, ég meina, ég vildi bara, sína eitthvað smá bloopers á leiðinni bara, og bara, þetta er bara fyrir gaman, skilur, bara smá vibe og svona. Þú var svolítið aðeins að chill out, Þór, svona bara aðeins að, en takk fyrir spurninguna á það, svolítið. Takk fyrir mig. Það er einn spurning. Nú er það. Fleiri spurningar. Já. Ég er að spá í síðustu senuna með strákinn. Já. Þú sagðir að upprunalega hugmyndin var að strákur myndi þá vera skotinn í þessari stelpu. Var þessi sena tekin upp fyrir þá hugmynd? Þetta var bara, pointið var á endinu var stelpan hana sem var með plástur á kinnunana, hún átti loksins að hafa sjálfstraust sjálfum sér og bara loksins gat tala við fólk, af því fyrst í byrjun myndinu var hún bara, ég get ekki tala við fólk, ég get ekki tala við þig, nei, ég get ekki tala við þig, þannig að pointið var að þegar hún treysti stelpuna, blindastelpunni, þá einhvern veginn fekk hún svona power, bara, heyrðu, ok, nú get ég bara að tala við alla bara, ok, þú hefur bara sjálfstraust bara, og þá þegar kom sér ný stákvinn, þá bara bauð hana bara og bara segði, viltu vera með bara, og hann bara, já, en á sama tíma þá sá hann alveg að hann var ekkert með sjálfstraust, þannig að hún þurfti hans að svona hjálpa hana, og þá ég ekki að segja að þau séu ástfangin, en hver veit, ég meina, það getur komið framhaldsmynd og þá getur við ástfangin, hver veit. En já, þetta er basically bara, þetta var bara að sína það bara, að hún hafði sjálfstraust og hún getur verið opin núna að bjóða fólki og það. Já, fyrir þá bara á næsta. Já, gerðu svo vel. Takk hérlega fyrir. Ykkur fleiri spurningar? Nei, ok, bara vera þess. Jæja, hverju eru þið og hvað gerðu þið? Ég er Kári. Ég er Einar og við gerðum Það heyrast enginn öskur í kafi. Svaka djúp mynd með mjög djúpar merkingar og já. Svo bara í fyrsta lagi, ég verð bara að segja, ógeðslega flott myndin. Takk hérlega. Takk að kærlega. Allt svona bara kvikmyndtökurnar, hvernig þetta er klift, kologræting, hljóðu, bara frábært. Takk hérlega fyrir. Þarna bara, hvað er svona ástæðan fyrir að myndin gerðist? Svona, af hverju gerði myndina? Ok, stuttasagan, þá bara
var ég að vinna í þessari sundlaug senasta sumar og við starfsmenninir, það var búin að byggjast upp í sig saga því á nætuvöktum þegar maður er að þrífa allt þá var þetta mjög drungalegu staður sko. Það vantar allt fólki og það var í raun að það sem að reyna að sína fram á hversu creepy sundlaugar eru þegar það er enginar og aðalamálið var náttúrulega bara koma að gera eitthvað stúpid mynd skilur þetta var eitthvað gaman skilur en já það var rauninni eiginlega ekkert neinn djúp merking sko eða neitt svona það var bara svona leikum okkur skilur Já, ég man eftir að Kári hérna var búin að vera að tala þessa mynd í marga mánuði og já, ég er að spá að gera sundlaugamynd og ég og hann erum ofta að vinna saman og ég er leikstýra og ég var eiginlega bara að bíða eftir að fá boð frá hann að leikstýra ég var svona, já, þetta er cool hugmynd já, svo loksins bara svona mánuð fyrir áalliðu tökku þá fórum við að gera það já, fóru alltaf eiginlega smooth sailings Já, ekkert þýskur expression ég held ekki þetta var eða smooth sailings þangað til að við áttum að vera með klippara sem sagt til að klippa myndir okkar og hann er bara að droppa út á líka við seinustu mínútu þannig að við tveir þurftum að vera með langar svefnlausar nætur að drita út myndinni klára kolugreitil, hljóðin og að klippa hana á einhverjum, 2 vikum 2 dögum líka við þannig að já Ég er ekki með neitt að segja bara. Eru ykkur í salnum með spurningar fyrir þeim? Já, það er nokkrir. Byrjum bara á þetta. Ég einhver við að... Kári, mér langar bara að spyrja hvað þið hafið lært eitthvað í svona fyrirtæki. Lært eitthvað þá... Ok, takk fyrir. Nei, ég er ekki í neinu námi. Hins vegar fékk ég hérna góðan félaga minn Einar. Já, tæknilega sé, ég er í kvikmyndaskólanum, here's my edge, en allar fyrir cinematografín og það er allt Kári, bara YouTube og reynsla. Já, basically, ég gæti ekkert vera að leikstýra þessu einn skilur, þannig ég fékk hann bara aðeins til að hjálpa mér og sérstaklega líka með klippið og eitthvað svo liðs. Við tökum eina spurningu viðbót. Bara ég veit einhverjum að þú sést hvernig ég er að benda á Þetta var bara allt hljóð sem við fundum á netinu sko, bara hvert einasta við vorum bókstaflega bara inn á Soundsnap og bara dritt inn stanslist af hljóðum og vildu svolítið fá Silent Hill Evil Dead 2 feelingin í þetta já Amazing Mér finnst bara mjög cool actually að þú pælir í þessu skilur og þú veist að þú hafa kannski haldið að þetta hafi verið frumsamið skilur því þá finnst mér, ok, þá gerum við þetta nokkuð vel skilur þú veist við náum svona að feika þetta Já, ég held að tónlist var frumsamið, ég verði alveg að það en já, bara Verður framhald? Já, ég veit ekki alveg hvernig maður myndi gera það, þau eru bæði dauð sko, þannig að maður veit ekki, where the money lies sko Ef þið viljið framhald, þá verður framhald Já, bara takk fyrir mig, takk fyrir okkur